við erum farin að sjá í þetta fræðilega hámark á þeim fjármagni og öðrum björgum sem við getum leyft okkur að veita í heilbrigðisþjónustu. Það var í fyrsta skipti sem ég sá þetta fyrir nokkrum mánuðum síðan í stórri greinagerð sem var gerð í Danmörku, þar sem að ein af niðurstöðum var svo að við getum siðferðislega ekki haldið áfram að auka hlutfall vinnuaflsins og hlutfall vergrar landsframleiðslu sem fer í heilbrigðisþjónustu vegna þess að þá er það annað sem við getum ekki gert. Nú sitjum við á Íslandi ennþá aðeins og eftir í því hversu mikið við veitum til heilbrigðisþjónustu miðað við verga landsframleiðslu og annars vegar er það vegna þess að við erum ennþá yngri heldur en flest lönd í kringum okkur. Á móti kemur að við erum strjálbýlt land, þannig að okkur vanti ekki svona kannski 1,5% af vergri landsframleiðslu upp á og það eru stórar upphæðir. Sem vantar þarna inn í heilbrigðiskerfið og verður ekki leyst á hvorki einni nóttun í einu kjörtímabili en eitthvað sem við þurfum að stefna að til framtíðar. Og við þurfum líka að hugsa það að við erum, eins og þú varst svona aðeins að áðan, við erum í raun og veru að mennta eins marga heilbrigðisstarfsmenn eins og við ættum að þurfa. En það alltaf því miður of hátt hlutfall sem fer að vinna við eitthvað annað.